Það sem ég ætla að gera hérna að gefa ykkur grein fyrir stöðunni varðandi tilgreinda séreign sem við lítum á sem nýja valkost í lífeyrismálum. Málið búið að vera velkjast og eðlilegt að fara yfir það hvað þetta stað. Bara til að rifja það upp að þá var það þannig að við sömdum það í samningunum í janúar í fyrra, 2016. Þegar við vorum að jafna lífeyrisréttindi og samið var að hækka framlög þeirra í lífeyrissjóði 3,5% í áfengum. Þá voru jafnframt líka fyrirheit í þeim samningi að við myndum reyna að finna leiðir til þess að heimila okkar félagsmálum að ráðstafa þessari viðbót með einhverjum hætti í það sem við köllum þá bundna séreign og hefur síðan fengið viðurnefnið tilgreind séreign. Þess að hugtakið var notað annars staðar og ekki gott að fara að breyta skilningi á þegar notuðum hugtökjum. Og hugmyndin var að gefa okkar félagsmönnum færi á því þá að nýta hluta af skyldutryggingariðgjaldinu til þess að skapa sér meiri sveigjanleika við sín starfslok. En við í janúar settum þann fyrirvara að við vildum fá að skoða það svona tryggingafræðilega hvort að þetta val myndi hafa áhrif á getu sjóðanna til þess að standa undir samtryggingunni. Samtryggingin er jú sá hluti sem er kannski rjómi okkar kerfis og við erum ekki hjálp sér fórna henni en vildum skoða þessa leiðir. Það var síðan gert í fyrra vor og tryggingafræðingur var með okkur í því og það kom sér ljós að þetta væri alveg gerlegt, alveg framkvæmanlegt án þess að við sjálfum sér hafa áhrif á getu sjóðanna til samtryggingar og þess vegna var gengið frá samkomulagi sem reynd verður þá breyting á kjarasamningi Alþýðusambandsins við Samtök atvinnulífsins lífeyrismál. Sá samningur er upphaflega frá 1969 og var síðan endurskoðaður verulega 1995 en þessi tveir samningar móta ramman af okkar lífeyriskerfi innan okkar samningssviðs þetta líka byggt á lögunum. Og samkvæmt þessu samkomulagi sem við gerðum 15. júní þá erum við að heimila okkar sjóðsfélögum að ráðstafa alltaf 3,5% þegar upp eru staðir í tilgreinda séreign. Það var þá ákveðið fyrra fyrir 15. júní að lífeyrissjóðirnir væru í engan veginn stakkbúnir til að taka á móti fyrstu greiðslunni, það er 0,5% sem kom 1. júlí 2016 og þess vegna var þessu ákveðið frestað til 1. júlí í ár og þá getur félagsmenn ráðstafa alltaf 2% í tilgreinda séreign og síðan þá frá 1. júlí á næsta ári þegar verður komið á þetta að ráðstafa 3,5%. Við töldum þá að það væri mjög mikilvægt að breyta lögum starfsemi lífeyrissjóða og settum þá forsendu í þetta samkomulag að ef ekki næði samkomulag við stjórnvöld breytingar á lögum lífeyrissjóði þá myndi þetta frestast það til slíkt næðist. Kemur betra því á eftir. Því að réttindanefnd og við óskuðum eftir því fyrra sumar COSA að fá sérfræðinga lífeyrissjóðanna eða réttindanefndina hjá Landssambandinu til að koma með tillögur að útfærslu þessara ákvæða með hvaða hætti tilgreinda séreignin færi inn í bæði lög og samþykktir. Og í desember fundum við og þá lagði réttindanefndin fram tillögur og eftir svona samráði bæði okkur og atvinnurekendur og reynda líka þá tryggingafræðinga þá svona slípuðu það tillögur svolítið af en þær voru síðan tilbúnar í janúar og lögðum það fyrir síðan nýja ráðherra sem að kom ekki til starfa fyrir það leyti og hann, Benedikt, samþykkti síðan að skipa starfshóp sem að fékk það verkefni að móta frumvarp þetta atriði. Það var bara að segja samsvegar að það hefur dregist hér allt vorið að vinna þessu, þannig það er núna ljóst að það næst ekki gegnum Alþingi fyrir sumarið, en þó samkomulag svona megin draugafrumvarpi sem núna til umsagnar hjá lífeyrissjóðunum og Landssambandinu, en það allir ráðherrans að leggja það fram í haust með gildistöku í síðasta lagi áramót. Það hins vegar ljóst að við teljum ekki ásættanlegt að fresta þessari heimild okkar félagsmanna enn einu sinni. Og í þeim fyrirvara sem við gerðum í fyrra samkomulagi stjórnvöld, við teljum að slíkt samkomulag sé til staðar. Auðvitað geta stjórnvöld aldrei bundið hendur Alþingis og það verður bara að horfa til þess að það gæti komið svo staða að þingið hafnaði þessu
En engu að síður, samkomulag liggur fyrir og að þeirri ástæðu ekki ástæða til þess að fresta þessu. Og við teljum bara einfaldlega að þetta mál sé mjög mikilvægt. Það eru miklar væntingar okkar félagsmanna til þessa ákvæðis sem þeir greiddu atkvæðum í janúar í fyrra og við síðan fullnustuðum í samningunum eða samkomulaginu frá því í júní. Og þess vegna höfum við og Samtök atvinnulífsins leitað leiða til þess að virkja þetta ákvæði nú þegar þrátt fyrir stöðu lagasetningarinnar. Og það kemur semst í ljós og það er okkar afstaða, skýra afstaða, að í sjálfu sér þurfi ekki lagabreytingu til þess að framkvæma þetta ákvæði. Það er þetta ljóst að lögin voru sett á sínum tíma meðal annars til tilstuðlan okkar í verkalýðshreyfingunni, en þau lög fjalla lágmarksákvæði ævilanga lífeyri og reynda þá líka áfallalífeyri, eins og örorku- og makalífeyri. Og þetta lágmark miðast við 56% af meðalævitekjum með 12% iðgjald. En það er alveg skýr afstaða Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins að samningsaðilar hafa auðvitað fullt samningsfrelsi útfærslu réttindi okkar félagsmanna til viðbótar þessum lágmarksákvæðum. Við getum auðvitað með kjarasamningi samið eitthvað sem er þá fyrir ofan. Það má auðvitað segja það að ákvæði okkar kjarasamnings frá því í janúar 2016 í reynd slík útfærsla. Þar eru við búin að hækka lágmarks skyldutryggingu launafólks á vettvangi Alþýðusambandsins með þeim hætti að þessi lágmarkstrygging mun hækka úr núverandi 56% í 72% á næstu árum og verða þá 1. júlí 2018 komin í þetta horf. Jafnframt líka með samkomulaginu frá því í júní 2016, þá erum við búin að gera kjarasamningu það að okkar félagsmönnum verði veitt heimild til þess að ráðstafa hluta af öllu hækkuðu iðgjaldinu til tilgreinda séreignar. Það verður að gera með upplýstu samþykki sínu það að þeir vilja halda sínum ævilanga lífeyri og áfallalífeyri áfram til dæmis með 56% af meðaltali tekna sinna, en að þeir geti þá búið sér til réttindi í tilgreindri séreign sem hluta af kjarasamningi. Og það brýtur ekkert í bága við lagasetninguna. Þetta byggir á því að túlka 3. málsgrein 4. greinar laganna og þar segir einfaldlega svona, og ég ætla bara að lesa það beint: lífeyrissjóði er heimilt í samræmi við tryggingafræðilega athugun að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldið sé að varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign samkvæmt 2. kafla og að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í sameign samkvæmt 3. kafla. 2. kaflinn fjallar sem sagt séreignarákvæðin og 3. kaflinn fjallar samtryggingarákvæðin. Og þetta er sama ákvæði og séreignarsjóðirnir hafa frá upphafi notað í sínum samþykktum til þess að ná lágmarki laganna, 12% að þeir uppfylla það með samblandi samtryggingar og séreignar. Og við getum sem sagt nota þessa grein til að uppfylla lágmarkstryggingu samkvæmt kjarasamningi, ekki bara samkvæmt lögunum. Og það er að segja útfæra réttindi okkar félagsmanna sem miðast á þegar upp verður staðið með 15,5% iðgjald, þar sem 12% fara í ævilangan lífeyri, sem tryggir það 56%, og 3,5% fara í tilgreinda séreign sem verður þá sjóðsfélaga ráðstafanleg alltaf 5 árum fyrir töku lífeyrisaldur. Og við höfum leitað hófanna bæði hjá fjármálaeftirlitinu og fjármálaráðuneytinu og það er sameiginlegur skilningur af því að þessi túlkun hjá okkur gengur alveg upp. Það þýðir í grundvallaratriðum að við getum gert þetta á grundvelli núverandi laga og erum við sjálfur sér ekki bundin af því að bíða eftir lagasetningu. Það breytir því ekki að Alþýðusambandið telur mikilvægt að breyta lögum og skýra betur samhengi lágmarkstryggingaverndar bæði samkvæmt lögum og kjarasamningum og þá séreigna hluta sem getur verið bæði innan og utan lágmarkstryggingar til viðbótar síðan við það sem heitir viðbótartryggingavernd sem er eins og við köllum það 2+2 ákvæði. Þannig að okkur er eitt af vanbúnið sjálfur sér og það var á þessum grunni sem að Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins sendi erindi til þeirra 7 lífeyrissjóða sem starfa á samningssviði samtakanna, sendum erindi það að þeir haldi auka ársfundi nú þegar eftir sínum samþykktum
og breyti þeim samþykktunum í samræmi við ákvæði bæði kjarasamnings okkar og þá þessa frumvarps sem komið fram en ekki búið að leggja fram. Ég held að sé mjög mikilvægt að hafa það í huga að þessir lífeyrissjóðir, þó þeir eru þetta í sinni daglegu starfsemi verði að lúta lagabókstafnum, þá það fyrst og fremst kjarasamningur sem mótar réttindaákvæði þessara lífeyrissjóða. Þeir starfa sem sagt á grundvelli kjarasamninga og eru svokallaðir skyldutryggingarsjóðir vegna kjarasamninga. Þannig að ef aðildarfélög Alþýðusambandsins hafi breytt kjarasamningi lífeyrissjóði, þá tel ég nú vera þannig að þessum sjóði ber einfaldlega bara að framkvæma þann kjarasamning í sínum samþykktum. Það sem við erum að gera þar á fyrir að sjóðirnir taki inn í sína samþykktir að heimila sjóðfélögum að ráðstafa alltaf 3,5%, það þá 2% núna 1. júlí, en þá 3,5% á næsta ári, í þessa svokölluðu tilgreindu séreign, en það verði gert með upplýstu samþykki sjóðfélaga að þeir samþykki þá að halda sínum ævilanga lífeyri eða áfallalífeyri, til dæmis að þeir ráðstafa svo öllu leyti, þá verði þeirra lífeyri miðað við 56% af meðallaunum á starfsævinni. Það er mjög mikilvægt að menn átta sig á því að þetta val og menn þurfa að setjast yfir það. Tilgreinda séreignin verður síðan laus til útborgunar alltaf 5 árum fyrir töku lífeyris, það þá miðast 62 ára aldur núna, og dreifist að minnsta kosti til 5 ára eða lengur, en hugsunin að skapa svigrúm til þess að annaðhvort flýta töku lífeyris eða drýja tekjur sínar. Það gert ráð fyrir því að þessi tilgreinda séreign verði erfanleg, þetta þessa séreign, hún erfitt til lögerfingja, en ef að viðkomandi lendir í áfalli eða í örorku, þá greiðist það út með sama hætti og á viðbótarlífeyrissparnaðarkerfi. Það ákvæðum það meðans í lögunum. Þannig að það er mikilvægt að við leggjum áherslu á það að þessi tilgreinda séreign verði vörsluð með sama hætti og á við samtrygginguna. Þetta hluti lágmarkstryggingaverndar, þetta hluti af lífeyri okkar félagsmanna og þess vegna viljum við að það sé svona gætt ákveðnar varúðar varðandi fjárfestingarstefnu til dæmis. Í ljósi þessa og þessara niðurstöðu, og ég trygg það að við höfum átt fundi með bæði fjármálaeftirliti og verið í sambandi við fjármálaráðuneytið, þá tel ég ekkert að vanbúnaði að lífeyrissjóðirnir okkar samningssviði fylgi eftir þessu ákvæði kjarasamninga og þeir eru nú þegar að undirbúa það og ég hef verið í sambandi við þá í gær og í gærkvöldi og það þetta ársfundur Landssambandsins í dag. Það þetta engar ákvarðanir teknar en ég veit að það eru á hálfu sjóðuna í undirbúningi í orðalag í samþykktarbreytinga fyrir auka ársfundina og ég á von á því að það verði sent til aðildarfélaga sjóðsins innan skamms. Fjármálaráðuneytið þarf auðvitað staðfesta breytingar og það taki ekki gildi fyrr en að það hefur verið samþykkt en ráðuneytisstjórinn gaf okkur fyrirheit það auðvitað með fyrirvara vandaða málsmeðferð en ráðuneytið muni beita sig fyrir því að hraða því eftir því sem að kostur er. Það vor okkar að það verði hægt að ljúka þessu ferli tiltölulega snöggt og áður en að fyrstu greiðslur fara að berast í miðjan ágúst, þetta auðvitað 1. júlí hefst kerfi, að segja hækka framlög í lífeyrissjóði, að við getum þannig að fólk eru eftir og greiða launum, þannig að það lok júlí og síðan þá fara fjármunir að berast til lífeyrissjóðana fyrir miðjan ágúst, þannig að ég ekki alveg vonum það að þetta ganga upp svona tiltölulega snurrt og skorunar. Ég held að svona partur af þessu þetta, við erum að skapa með þessum kjarasamningi okkar og þessar útfærslu tilgreindu séreigninni með fleiri valkosti. Við erum að reyna að leggja drög á því að það verði meiri sveigjanleiki okkar félagsmanna, en við erum jafnframt að gera okkur grein fyrir því að þegar maður eykur sveigjanleika og fjölgar valkostum, þá verður kerfið líka flóknara. Í sjálfu sér ef menn gera ekkert, ef menn láta ekkert vita af sér, þá munu 3,5% fara til samtryggingar. Þannig að sjóðsfélögin þarf að óska eftir því að ráðstafa hluta sínu iðgjaldi til tilgreinda séreignar. Og þess vegna er mjög mikilvægt að lífeyrissjóðirnir hraði vinnu við það að gera okkar sjóðsfélögum, okkar félagsmönnum kleift að taka upplýsta ákvörðun samsetningu sem réttinda. Annars vegar að ræða ævilanga lífeyrinn og þá í leiðinni
örorkulífeyri og makalífeyri, hvort að hann að miðast 56% af meðaltali þeirra tekna sem greitt af, eða hvort hann að miðast við 72, eins og við vorum að semja og hins vegar þá tilgreindu séreignarina. En það okkar vonað að þetta skapi okkar félagsmönnum þann möguleika með því að ráðstafa til þessara tilgreindu séreignar að geta bæði flýtt sínum starfslokum og jafnframt líka þá haft annarkvort eða samhliða rýmri fjárhæð svona fyrstu árum og eftirlaunum, geta leyft sér meira, svo heitir, það gerist að kostnaði ævilangalífeyrisins. Hann verður auðvitað lægri en ella, en ef þetta vel á þessu haldið, ætti hann engu að síður að vera nægjanlegur. Þannig að ég bind bara vonum það að lífeyrissjóðirnir taki þessu kalli sem þeir vissulega eru að gera, að það verði hægt að hrinda þessu í framkvæmd hér á næstu vikum þannig að þetta kerfi geti tekið gildi fyrir okkar fólk hér 1. júlí.